fundur tekinn upp, þannig að það verður hægt að nálgast hann síðar. Þessi fundur í rauninni svona kannski haldinn svolítið að frumkvæði umhverfis- og landbúnaðarnefndar í Borgarbyggð að þau höfðu samband við okkur í framhaldi af því minnisblaði sem kom frá sambandi sveitarfélaga varðandi ráðstöfun dýraleifa. Og við ákváðum hjá í stjórn SSF að bara taka stóran fund til þess að fá fleiri að borðinu og við vitum að það eru margir sem hafa verið að velta þessum málum fyrir sér. En við ætlum sem sagt, við erum með 2 frumvarðendur á fundinum eins og þið kannski séð og það er Stefán Gíslason og Hrefna B. Jónsdóttir og ég ætla bara þegar við ætlum svona að reyna að halda okkur við það að vera með klukkustund á fund ég ætla þá bara að byrja því að gefa Stefáni Gíslasyni orðið og svo bara Hrefnu í framhaldinu og svo náum við kannski svona allavega hálftíma í að taka spjallið, umræður, vangaveltur og fleira. Þannig að Stefán, ég ætla bara að gefa þér orðið og biðja aðra að mjúta hjá sér mikrofónin. Takk fyrir það að komið sæl og bara takk fyrir að halda þennan fund. Það er aldrei ómikið rætt þessi mál. Ég var beðinn að tala eins skiptingu ábyrgðarstöðu og horfur í dýraleifum. Það fá að deila það á skjánum mínum. Ég með nokkra glærur, ekki margar samt. Það komið það. Já, þetta ekki núna. Svona. Er þetta komið núna eins og að vera að glæra á öllum skjá? Fínt. Ok, takk. Ég ætla bara að vinda mér í þetta. Það er eiginlega þrennt sem ég ætla að tala um. Það er þessi skipting ábyrgðar sem er náttúrulega það sem að minnisblað sambandsins fjallar og einhver leyti það sem ég skrifaði í minnisblaði sem ég gerði í fyrravor eða fyrir árið síðan eða svo kölluð minnisblaði, en á stundur við talað minnisblaði sem fór úr böndunum sem betra heiti af því það er svolítið langt, en allavega minnisblaði trefja það eins upp, þá gerði ég það fyrir SSVAF að vísum með pínlítil aðkomu sambandssveitarfélaga eða sambands íslenskra sveitarfélaga og þetta blað var hluti af verkefninu flokkun í anda hringrásarhagkerfis sem að enn væri næst þar að segja ég hef verið að vinna fyrir sambandið og svo sem enn í gangi að vera að klára síðustu þættin í því og minnisblaðinu var ætlað að gefa yfirlit yfir stöðuna, skýra hlutverk eða skyldur sveitarfélaga og benda á mögulegar úrvinnslu leiðir fyrir dýraleifar. Þetta var klárt í mars 2023 og síðan gerði ég svolítið bragarbót vorið varðandi skyldur sveitarfélaga og þá hafði ég tekið til því í raun og veru þá villa í minnisblaðinu. Það að mínum mati eftir á hyggja skyldur sveitarfélaga ofmetnar og stundum þegar verið að vísa til minnisblað þá bara verið að tala upphaflega minnisblaðið en það er raun og veru þessi leiðrétting afskaplega mikilvæg þannig að hún að mínum mati hefur að geyma aðalatriði í því hver ber ábyrgðina. En ef við kíkjum á ábyrgðina að þá falla dýraleifar ekki undir lög um meðhöndlun úrgangs nema þegar þær eiga að fara í brennslu til urðunar eða til notkunar í lífgas eða myltingarstöð eins og það er orðað í lögunum. Hvað þetta þýðir nákvæmlega get ég ekki sagt, en allavega þá er grunnurinn sá, eða grundvöllurinn sá að ef ekki er annað tekið fram að dýraleifar falli ekki undir lög um meðhöndlun úrgangs og það þýðir í raun og veru að sveitarfélögin ber alls enga ábyrgð á söfnun þeirra svona sjálfkrafa. Og ef maður fer að skoða regluverki fyrir dýraleifar sem er þessi auka afurðareglugerð sem að ég kalla venjulega ABP, það er fyrir Animal Byproducts. Þetta er náttúrulega bara Evrópureglugerð sem var innleidd á Íslandi. Að þá er ekki stafur sveitarfélög bara alls ekki nefnd á nafn eða staðbundin stjórnvöld eru ekki nefnd á nafn í þessu regluverki. Það kemur fram að handhafar dýraleifanna beri megin ábyrgð, en síðan er náttúrulega ríkið sem ber ábyrgð á skyldum Íslands gagnvart Evrópska efnahagssvæðinu eða gagnvart Evrópusambandinu. Og matvælaráðuneyti fer með það fyrir hönd ríkisins. Umhverfisráðuneyti myndi fara með það ef þetta væri úrgangur, en matvælaráðuneyti fer með það vegna þetta eru aukaafurðir dýra. Og hér er samkvæmt regluverkinu þá á
sá aðili sem fer með það í hverju landi að tilgreina einhvert lögbært stjórnvald, stjórnstofnun sem að sér framkvæmd regluverksins og það Matvælastofnun í okkar tilviki. Og sveitarfélög berir enga ábyrgð ef maður horfir bara á ABP regluverkið. Hins vegar, ef að það ákveðið að eitthvað af þessum dýralegum eigi að fara í brennslu eða urðun eða til notkunar í lífgas eða miltingastöð eins og það orðað í lögunum, þá þurfa sveitarfélögin að vera tilbúin með farveg til þess að þá það orðað úrgangi og þá þarf að vera til farvegur til að það komist á sinn stað. Sveitarfélögin hafa enga skyldu til að taka þátt í rekstri móttöku og söfnunarstöðva. Þær þurfa bara að sjá til þess að þær séu til staðar eða geta vísað á einhverja leið. Og enn og aftur bara þeim tilvikum þegar búið að ákveða að dýraleifarnir eigi að fara í brennslu til urðunar og svo framvegis. Sveitarfélögin megi ekki taka á sig kostnað og þær þurfa ekki að tryggja hagkvæmni. Það ekki á ábyrgð sveitarfélagsins að það sé hægt að losa sig við dýraleifar með ódýrum hætti. Sjálfsagt fyrir sveitarfélög vera milligöngu aðilar og stuðla að því að þetta gangi sem best en það ekki á þeirra herðum. Staðan í dag, alltaf búin að vera mikil umræða í gangi síðasta árið, svona síðustu 12 mánuði og almennt vil ég halda því fram að ríkið hafi verið að reyna að skrifa sig undan ábyrgðinni. Svo ég hef séð mjög sérstakt að mínu mati minnisblað sem kom frá umhverfisráðuneytinu. Veit ekki alveg hvers vegna kom þar vegna þess að umhverfisráðuneytið fer ekki með þennan málaflokk. En þar svona verið að reyna að halda því fram að sveitarfélögin ber eftir sem áður ábyrgð og það má svolítið lesa út úr þessu bréfi að mínu mati að það sé að leggja upp með það að handhafi dýraleifa, til dæmis sláturleyfishafi, hann getur bara ákveðið það fyrirfram að þetta eigi að fara í urðun og það sé vísu bannað og þar með sé ábyrgðin komin á hendur sveitarfélaganna. En þrátt fyrir þetta, þá fór af stað, eða þá kom frétt núna í síðustu viku á vef Stjórnarráðsins, sameiginleg frétt frá Matvælaráðuneytinu og Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytinu, þar sem kemur fram að ráðuneyti, þessi tvö, séu að láta vinna tillögu að útfærslu fyrir samræmt söfnunarkerfi dýraleifa. Og að mínum mati þá þetta stór frétt, þetta sem sagt að mínum mati algjör svona tímamót í þessari umræðu. Og hvað í þessari frétt, eða hvað það sem það fara að gera? Þetta svona eiginlega allt sem skiptir máli fréttin. Í fyrsta lagi sem sagt að ráðuneytin í samstarfi við SSNR, sem sem sagt Samtök sveitarfélaga og atvinnuþróunar á Norðurlandi eystra, þau ætla að vinna að útfærslu á samræmdu söfnunarkerfi dýraleifa, eða það að segja dýraleifa í áhættuflokki 1 sem við viljum að kalla kat 1 eða kategóri 1 með það markmið að koma með viðeigandi úrvinnslu eða förgun. Viðeigandi úrvinnslu eða förgun örugglega ekki urðun til dæmis. Almenna reglan og það kemur líka fram þarna í þessari frétt. Almenna reglan svo að þeir rekstraraðilar sem dýraleifar falla til hjá bera ábyrgð á flutningi leyfanna til meðhöndlunar ásamt kostnaði vegna meðhöndlunar. Og í þriðja lagi þá ber viðkomandi sveitarstjórn að ákveða fyrirkomulag söfnunar og ónýttum dýraleifum sem ætlunin að meðhöndla sem úrgang, annars ekki. Og í fjórða lagi þá ber sveitarstjórnum einnig að sjá til að starfrækta séu móttöku- og söfnunarstöðvar. Það er ekkert endilega reka þær þurfa bara að geta vísað á einhverja slíka aðstöðu eins og ég nefndi áðan. Nú síðan kemur fram í fimmta lagi að það gildir sérstakar reglur hræ af dýrum sem feldur af fyrirskipun stjórnvalda, það er ekkert nýtt, það er bara svona niðurskurður sem þá alfarið á kostnað ríkisins. Í sjötta lagi þá kemur fram að tillagan verði unnin í samstarfi við finnska ráðgjafafyrirtæki GMM og byggja á hugbúnað verklagi sem notað er bæði í Finnlandi og Noregi. Og hvað er þetta GMM? Ég hendi þarna til að hægri á klæruna grunnupplýsingum GMM. GMM er sem sagt hluti af Honkajoki Group. Og ég veit ekki hvort allir kannast við Honkajoki, en eins og kemur fram í minnisblaðinu mínu frá því fyrra, þá framkvæmdin á þessum málum þannig og öllum hinum Norðurlöndunum að í hverju landi eitt fyrirtæki sem yfirleitt í öllum aðalatriðum í eigu sláturleyfishafa
sem að sér alfarið þetta kerfi, alveg frá sem sagt því að hræjum eða dýraleifum, hvernig þær falla til, allt frá því að þær falla til, þær sjá söfnuna, þær sjá flutninga, þær sjá vinnslu. Og Honkajoki finnska fyrirtækið sem að sér þetta fyrir allt Finnland og þau eru með þetta GMM svona ráðgjafa arm og SSNE sem hefur náttúrulega verið að undirbúa uppbyggingu líforkuvers í Eyjafirði hefur svona síðustu mánuði verið í miklu samstarfi og samtali við Honkajoki, bæði svona aðferðafræði og tækni sem hægt að nota. Og þetta eitthvað sem búið að nota árum saman í Finnlandi og það náttúrulega verið að nota samskonar verklag í Noregi og í raun og veru líka í Svíþjóð og Danmörku. Það bara minniháttar munur á fyrirkomulagi og þetta náttúrulega ekki allt sami aðilinn sem á þetta. Aðgerðin, þetta kemur í hvað 7. lagi fram í þessari frétt, að aðgerðin sé liður í viðbrögðum íslenska stjórnvalda við úrskurðum EFTA-dómstólsins að Ísland hafi ekki uppfyllt skyldur sínar samkvæmt EES-samningnum. Það var vel að merkja ríkið sem fekk þennan dóm en ekki sveitarfélögin. Og þessi tillaga að samanundu söfnunarkerfi á landsvísu áleikja fyrir byrjun sumar. Og ástæðan fyrir því SSNE inn í þessu samstarfi náttúrulega það frumkvæði sem þau hafa haft með þessari vinnu með líforkuverið. Hins vegar þá er rétt að halda því til haga að þessi vinna tengist ekkert endilega líforkuverinu. Það að mínu mati og SSNE að ég held alveg sammála það. Það algjört aukatriði í sjálfu sér hvar dýralega verða á endunum unnar. Það getur vel verið að það verið líforkuveri Eyjafirði, það getur vel verið að vera einhverstað annars staðar. Aðalatriði bara að koma á þessu kerfi. Síðan hitt eitthvað sem maður lesið. Næstsíðasta glæran, bara svona eitthvað til að velta fyrir sér. Í fyrsta lagi þá þetta söfnunarkerfi, í raun og veru alveg sama kerfi eins og ég lagði til fyrir ári síðan. Ég ekki þar með að segja að menn hafi stokkið á þessar hugmyndi mínar og þetta sé afrakstur þeirra, það ekki þannig, það margt búið að gerast í millitíðinni. En það sem ég lagði til fyrir ári síðan var einmitt að yrði komið á einhverju samræmdu kerfi, söfnunarkerfi fyrir allt landi sem væri þá líka svona innheimtukerfi. Og ég að tala þá fyrirtæki Dýraleifar EHF sem ég kallaði bara svo að gamni mínu. Og í raun og veru þá var þetta alveg sama hugmynd. En þetta líka alveg sama hugmynd eins og framkvæmt á öllum hinum Norðurlöndunum. Og eins og ég sagði þetta ekkert fyrirfram tengt áform líforkuver. Það bara vinnan sem búið að vinna í þeirri vinnu, hún nýtist þarna. Svo svona rétt til að halda því til haga að það hægt að nýta í raun og veru allt þetta efni með réttum aðferðum. Líka Cat1, sem líka áhættumesta úrganginn, en þá reyndar bara hægt að nýta hann sem eldsneyti. Og náttúrulega á hinum Norðurlöndunum allstað verið að búa til annars vegar olíu eða fitu og hins vegar mjöl, sem bara próteinmjöl. Og úr áhættu minni flokkunum hægt að nota þetta svo sem ekki alveg hvað sem en ýmislegt, en úr Cat1 bara hægt að nota þetta sem eldsneyti. Og þetta fitan ég vil bara nota sem eldsneyti og bara í háu verði sem slík. Mjölið úr Cat1 líka nota sem eldsneyti og það þá brent í lífmassaverum sem framleiða orku. Það ekki endilega markað fyrir þetta mjöl á Íslandi, en það eftir að sjá bara hvernig það þróast. Og til að hnykkja eins á því að þá förgun í raun og veru ekki valkostur. Sko, í fyrsta lagi það má ekki urða dýraleifar, sérstaklega Cat1. Það má í vissum tilvikum að undangenginni tiltekinni vinnslu sem hefur ekki verið unnin hér, en hluta þessum úrgangi má ekki undir nokkrum kringumstæðum urða, hvað sem búið að gera var náður. En hvað sem því líður, þá urðun og brennsla án orkunýtingar, og brennsla þá eins og í Kölku, eitthvað sem gengur gegn áherslu hringrásarhagkerfisins vegna þess að með þeim aðferðum þá nýtist hvorki efnin í orkan sem í þessu efni. Þannig að förgun ekki valkostur nema það sem bráðabirgðaráðstöfun og við heyrum meira það eftir hvernig það gæti litið út. Næstu skref, nú náttúrulega veit ég þau ekki, ég ekkert í þessari vinnu dagsdaglega, ég verið ekki komið að þessu síni í fyrra vor, ég bara fylgist niður hliðarlínunni. En það kemur fram í fréttinni á vef stjórnarráðsins að tillaga útfærslu söfnunarkerfis verði tilbúin í byrjun sumars. Síðan náttúrulega tekur tíma að byggja upp innviðina. Það þarf í fyrsta lagi að
búa til hugbúnað, það reyndar frekar einfalt vegna þess að hann til í nágrannalöndunum. Þetta á hugbúnaður, hvort sem það eitthvað app eða hvað það sem að handhafar dýraleyfa hafa aðgang að og geta pantað sem sagt, að láta sækja til sín dýraleyfar. Og í hinum löndunum þá bara ákveðin svona gæðaviðmið í því. Það einhver komin eftir 2-3 daga, eitthvað svoleiðis. Síðan náttúrulega þurfa að vera til flutningstæki sem uppfylla öll skilyrði gagnvart búfjársjúkdóma vörnum og svo framvegis. Það þurfa að vera til einhvers konar umhleðslustöðvar vegna þess að þá verður ekki keyrt landshorna milli á einum litlum bíl með 1-2 ræ. Það þarf einhvern veginn að safna sér saman og flytja á hagkvæman hátt. Það þarf að vera til ykkur frystibúnaður til að sé hægt að geyma þetta í nokkra daga og síðan þarf þetta að vera til ykkur aðili sem tekur við og vinnur úr því. Og þetta tekur náttúrulega tíma. Þetta er það þyngsta í þessu öllu. Gjaldskráin, hún náttúrulega verður vonandi hluti af þessari tillögu vegna þess að eins og hefur komið fram á menn náttúrulega vita þá mega sveitarfélögin ekki taka hana kostnað á sig, þeim það beinlínis óheimilt samkvæmt lögum. Þetta náttúrulega þannig eins og kemur ekki fram í regluverkinu að það eru handhafa dýraleyfa sem þurfa að greiða fyrir þessa með höndlun og minnst líklegt að það eru bara vangaveltur að handhafa dýraleyfa verði rukkar með einhverjum hætti fyrirfram. Þannig að menn fái aðgang að kerfinu bara og greiði í hlutfalli bústærð eða eitthvað slíkt. Það ekki alveg í samræmi við meginreglunum borga þegar hendir. Við getum kallað að borga áður en hendir ef við viljum. Vegna að segja að borga þegar hendir, þá náttúrulega standa menn fram fyrir því að til dæmis förgun á stórgrip kostar bara fullt af peningum. Og ef maður standa fram fyrir því að fara að borga eitthvað 40 skall fyrir einn tiltekinn stórgrip til þess að geta látið fargunum að vinna úr honum, þá það auðvitað þröskuldur. Ég geri ráð fyrir því, allavega hefur verið talað það, að inn í þessari gjaldskrá verið flutningsjöfnun, þannig að gjaldi verið það sama hvort sem menn eru staddir á Seltjarnarnesi eða Langanesi. Og ég geri ráð fyrir að þetta verði alfarið án aðkomu sveitarfélaga. Auðvitað hafa tiltekinn sveitarfélög og þar á meðal Vesturlandi reynslu af því að búa til svona gjaldskrár sem sem sagt borgað áður en hendir gjaldskrár sem að miðast við bústærð, bæði Borgarbyggð og Dalabyggð hafa gert það. En við hljótum að gera ráð fyrir því að þetta verði óviðkomandi sveitarfélögunum þannig lagað í framhaldinu. Nú síðan náttúrulega næstu skref hljóta felast í því að það verði komið á einhverju úrvinnslu til bráðabirgða og eins og staðan í dag þá kalka eini aðilinn sem getur tekið við áhættuflokki 1. Og ég reyndi að tala það í þessu minnisblaði fyrir ári síðan að kalka sem tentaði mjög vel sem bráðabirgðalausn og síðan neyðarstöð vegna það þarf alltaf að vera til eitthvað plan B ef eitthvað bilar eða eitthvað slíkt hvar sem að vinnslan að staðsett. Og útfærslur og því náttúrulega bara eitthvað sem menn eru að vinna í og Hrefna að tala væntanlega og eftir. En þetta síðasta glæran og bara takk fyrir. Takk kærlega fyrir þetta, Stefán. Ég ætla bara að gefa orðið bara strax í framhaldinu til Hrefnu, framkvæmdastjóra Sorpbrennslu Vesturlands. Hrefna. Nú þegar ég eitthvað að setja upp glærur og hvað það star. Hrefna fyrir kerfisbæ. Síðan svarið það. Já. Lítum á það.
og byggarinn aftur og byggarinn. Komið í sæl. Ég ætla að segja ykkur hérna í stuttu máli með smá verkefni, svona tilraunaverkefni sem við ætlum að gera í Fíflholtum og gengur út á að koma dýrahræjum í brennslu. Við erum búin að tala um þetta lengi og við erum nýkomið 3 fasa rafmagn, þannig að nú getum við tekið inn hérna frystigám. Þetta er svolítið maus að prófa þetta og við höfum í rauninni ekki leyfi frá Umhverfisstofnun til að geyma úrgang á svæðinu í Fíflholtum og þetta er í rauninni ekkert annað en geymsla úrgangs þangað til hann færi eitthvað annað, en Umhverfisstofnun hefur svona ákveðið að gefa okkur smá svigrúm í að prófa þetta. Það snýst 20 feta gám, sýnir hvernig fína gáminn sem er undir metangasbrennaranum okkar og sorpa á þennan gám sem kemur vestur til okkar og það er nokkuð ljóst að það mun þurfa einhverjar hérna græjur inn í þetta verkefni og við þurftum til dæmis svona vél, ég er búin að fá hann að leigða og hefur bara aðila hérna í Borgarnesi sem að verður ekkert, hann þarf að byrja að nota hann í vor þegar hann fer að setja niður tré. Þannig að það er svona ódýr lausn á því. Og eins og ég sagði áðan, þá var okkur ekki heimilt, starfsleyfi leyfir ekki heimilt til að geyma úrgang. Við megum ekki vigta inn og svo aftur út. Við erum að halda utan það náttúrulega bæði hvað kemur inn á svæðið og fer út tilbaka þessum úrgangi, eða þessu verður. Og þetta er bara að pröfa og líforkuver í framtíðinni er besta mál, en það er ekkert frekar en brennslan góða sem að tala um, stólabrennslan, að þetta er ekkert, þessar lausnir er ekkert við sjáum það er ekkert alveg handan horsins. Þetta tekur þannig tíma og þarf að afla fjármagnsins í þessu verkefni og annað slíkt, því að við erum alltaf að glíma við mjög dýrar lausnir og lítið magn í rauninni til að halda þeim uppi, þessum lausnum. En þetta er náttúrulega sveitarfélagana fyrst og fremst. Með þessu verkefni hjá okkur þá erum við leggja svolítið mat á kostnaðinn við að koma þessu í brennslu. Brennslan vill bara taka við þessu frostnum og kannski hefur bara ekkert að vera að pæla í þessu. Nú er náttúrulega komin upp þessi staða á milli ráðuneyta, eins og Stefán fór yfir áðan, og sambandi er farið að vinna í því að tala saman, eða tala við ríkið. Það var núna 29. janúar er bréf sem kemur inn til sambandsins frá auðlindaráðuneytinu og þetta er rauninni sömu punktar og Stefán var með. En þarna eru þeir að kalla eftir samstarfi, hver ber ábyrgð á málaflokknum og það er nokkuð sem að sveitarfélögin þurfa bara að hanga á núna að þetta sé sem sagt ekki, þetta sé ríkisins, þetta er matvælaráðuneytið en ekki lög frá 55 frá 2003. Annað var það nú ekki frá mér, við höfum bara svona stutt kynning á þessu sem við munum fara út í. Og þá í framhaldinu komast svona sveitarfélögin að því vonandi hvað þetta muni kosta að fara á svo leið og erum við tilbúin til þess að því það er náttúrulega sveitarfélögin sem borga brúsann og þurfa svo að rukka þetta til íbúanna. Við nota þessa þjónustu. Takk fyrir.
Takk fyrir það, Hrefna. Ég ætla þá bara að gefa orðið laust. Það annars vegar bara ef það einhverju spurningar til Hrefnu eða Stefáns og í rauninni líka bara ef að fólk með einhverja vangaveltur eða hugleika varðandi þessi mál. Þannig að þið kunnið þetta með að raise your hands. Sjáum við gjörglega Sjáum allar sem ekki á það sem var einhver. Já, það Jóhanna Sjöfn, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir. Mig langar til að spyrja, hvað þetta tilraunaverkefni langt? Hvað ætlaði að gefa til langan tíma í tilraunina? Og vitað að það kemur mikill úrgangur frá lögbýlum? Ég hugsa bara 20 þetta gámur, hvað á hann að duga lengi? Takk. Takk fyrir það, Jóhanna Hrefna. Vilt þú svara þessu bara fyrst að hendur á lofti? Bara svara þessu snókar. Þetta til að byrja með, þá höfum við þessa vél til að ganga þetta. Að við höfum hana bara til vorsins. En þetta kannski líka sýnir bara hvað bara að átfótt úr þessu verkefni verði bara hvað kostar þessi leið. Að metum við hana, það þarf stafla úrgangi, það þarf að frysta hann. Hvað mun það að kosta að koma þessa leið? Það náttúrulega kannski fyrst og fremst þar sem þetta verkefni á að sýna. En það verður stutt. Fyrst að það ekki neina hendur á lofti, þá vil ég kannski að spyrja þig, Stefán, varðandi Kölku. Veistu það, hefur Kalka getu til þess að taka á móti, eða þú veist, hver geta Kölku til þess að taka á móti þessum dýraleifum? Ég get svo sem ekki nefnt tölur, en eftir því sem best veit þá hefði Kalka alveg getur til að taka við öllum Cat 1 úrgangi á landinu. En það myndi bara þýða breytingar og rekstri Kölku vegna þess að í fyrsta lagi þá ekki hægt að brenna þessu í stórum stíl. Það að gera þetta jafnt og þétt með öðru, af því þetta úrgangur sem hefur eins og hann kemur í raun og veru neikvætt orkugildi af því að það er svo mikið vatn í þessu. Þannig að það alltaf að brenna þessu með einhverju öðru sem hægt að kveiki í og kveikir ekki í hræjum svo öðvitað. Þannig að það þýðir náttúrulega fyrir það fyrsta að Kalka þarf þá að losna við annan úrgang og það náttúrulega verið einhverja viðræður í gangi það. Hugsanlega hann kæmi í fíflholt eða væri fluttur út að einhverju leyti vegna þess að það sem Kalka að gera núna og hefur verið að gera síðustu mörg ár fyrst og fremst að taka blandan úrgang frá sveitarfélögum á Suðurnesjum. Og Kalka nóttin full lestu af því sem að kemur þaðan. Þannig að Kalka myndi þurfa að losna við hæfilegt magna því til að geta tekið við hæfilegu magna dýralæfum í staðinn. Þannig að þetta ekkert sem að ef við getum persónulega gert Kölku, þetta ekkert sem Kölku langar til að gera vegna þess að tæknilega sé að þá hún heldur ekki hugsuð til þess að brenna akkurat svona úrgang. En þetta eins var eitthvað sem Kalka alveg tilbúin til að gera vegna þess að þar á bæ bara gerir fólk sér grein fyrir því eins og aðrir að þetta bara mál sem þarf að leysa einhvern veginn þangað til betri lausnir finnast. En ég held að getan sé sjálfur til staðar. Það þurfa nokkri aðilar að koma á borðinu meðal annars til þess að finna leiðir sem það ásættanlegar fyrir Suðurnesjum en fyrir úrganginn þeirra sem annars færi þarna inn. Fundarstjóri? Já. Ég kann ekki rétt upp hönd. Nei. Þá skal ég gefa þér. Gerðu bara svona. Þorsteinn og svo Lovísa á eftir þér. Gjörðu svo vel. Hvernig hugmyndan framkvæmd á þessi frystigámur svo á að fara með hans svo í Kölku þegar hann voru fullur eða hvernig þetta hugsaði framkvæmd? Nei, þetta hugsað þannig að þá sé þetta bara sett yfir á bíl. Það þarf að setja segl yfir hann. Þetta úrgangur verði fluttur frosinn. Það svo dýrt að flytja þessa gáma milli að við myndum ekki fara að hugsa flutninga á gámnum. Svo færi þetta í einhverja frystigeymslu hjá Kölku að því eins og Stefán kom inn á þann þeir taka þetta inn þar bara eftir hendinni.
hvernig þetta hendar með öðru. Já, ég held að þetta sé allt og dýr framkvæmt, sko. Já, hún er dýr, við vitum það. Lovísa, Já, takk. Takk fyrir, ég ætla að kveikja hérna á míkrafónunum og myndavélinni. Komið sæl, takk fyrir erindin. Ég heiti sérst Lovísa og er verkefnastjóri stjórnsýslu og lögfræði hjá Sorpu og var einmitt að rýna þetta bréf sem er búið að tala aðeins um hérna frá umhverfisráðuneytinu til sambandsins, þar sem að umhverfisráðuneytið er að taka þessa svona svolítið einkennilegu afstöðu að bara eru raunverulega bara skilgreina aukaafurðir dýra sem úrgang án þess að það sé sko rökstutt á mínu mati með fullnægjandi hætti. En það eitt sem ég velti fyrir mér, sko, það er mjög gott og vel tekið undir það með Stefáni, þetta er góð frétt að það er byrjað að vinna eitthvað í þessu, en þarna eru ein landshlutasamtök að taka þátt, en þetta skiptir alla landshlutana gríðarlega miklu máli og þarna eru framleiðendur ekki við borðið heldur. Ég velti fyrir mér sko hvort að sveitarfélögin séu bara að stíga inn í málið af of miklum krafti, sko með því að vera að skapa lausnir á einhverju sem á ekki að vera á okkar borði eða á ekki að nota okkar útsvarspeninga í. Þannig að ég svona velti fyrir mér hvort að það hafi, því nú ég tiltölulega nýbyrjuð þó ég þekki málaflokkinn að vissu leyti en var bara að byrja í þessu hlutverki síðastliðin mánaðamót. En ég velti fyrir mér sko, þú veist, hefur verið einhver umræða um það að taka þetta frekar undir sko hatt framleiðenda ábyrgðar eins og mér heyrist að sé raunverulega gert eins og til dæmis í Finnlandi og hinum Norðurlöndunum. Og og þá svona svolítið úrvinnslusjóðsmódel en vonandi samt betri útfærsla. Hefur einhver umræða verið um slíkt? Þekkirðu það? Nú varpaði þessar spurningu held ég til Stefáns. Já, ég hef ekki svo sem beinlínis talað um þetta svona í samhengi við sko framleiðenda ábyrgð, en þetta er sko fyrirkomulagið í hinum löndunum er náttúrulega þannig. Þú veist að framleiðendur bara rétt eins og hjá úrvinnslusjóði þá borga þeir sem framleiða umbúðir að flytja inn eitthvað ákveðið gjald per tonn eða kíló eða hvað er, og þetta er raun og veru hugsa alveg eins nefnum bara það er ekki úrvinnslusjóði sem að kemur þarna inn í heldur munu framleiðendur þessara dýraleifa hvað sem við köllum þá greiða eitthvað gjald inn í þetta kerfi væntanlega. Má ég spyrja þig, eitt varðandi finnska kerfið, er það rekið, er þetta sjálfseignarstofnun eða þekkirðu það, þú veist, þetta er ekki rekið í hagnaðarskyni hjá það með það? Sko, mig minnir, sko, ég er aðeins hann rekið í þessu, en þetta er bæði í Finnlandi og annar staðar, þá eru þetta fyrirtæki sem eru bara HF eða EHF, og mega þannig alveg skila hagnaði. Ég held að þessi ekki skilgreind sem svona not for profit sko, en hins vegar er þetta fyrirtæki í eigu hagsmunaaðila. Þau eru í aðalatriðum alls staðar í eigu sláturleyfishafa og samtaka bænda. Þannig að það er náttúrulega þeim aðilum í haga að það sé ekki verið að búa til óþarfa kostnað og náttúrulega ef það verður hagnaðar þá þetta kemur til greina að greiða hann sem arð til þessara aðila, en þetta fer ekkert út. Hins vegar ef við tækjum Danmörk og Svíþjóð þá og reyndar hluti til Noreg líka, að þá raunveru þar komin inn svona þýskur risi getum við sagt, sem heitir Sarja Group, sem á meira og minna í þeim kerfum. En ég þekki ekki þetta peningaflæði hvort að menn eru eitthvað að búa sér til arð með þessu. Ég stendi þeirri meiningu svo sé ekki. En varðandi þetta hvort að sveitarfélögin sem stíga inn í og hvernig SSNE kemur þarna eitt landshlutasamtaka, að þá raun og veru SSNE þarna bara að vinna fyrir peninga ríkisins. Vegna þess að ríkið hefur stutt þessa undirbúningsvinnu fyrir líforkuverið og SSNE eða öll þetta ráðgjafar á þeirra vegum hafa búið til þessi tengsli Finnana sem Tonkajoki og þar með þetta ráðgjafar fyrirtæki þeirra. Þannig að það raun og veru bara verið að nýta þar tengsl sem eru til og sveitafélögin á norðan deistar til dæmis leggja ekki krónu í þetta meir vitanlega heldur bara þetta fjármagna umhverfisráðuneytinu og væntanlega núna þá líka matvælaráðuneytinu. Og ég held að
Já, mínum að þetta sko skynsamlegt að vera ekki með fleiri inn í þessu, vera ekki endilega að bjóða öllum landshlutasamtökum eða bjóða sláturleyfishöfum eða eitthvað. En auðvitað þegar komin er tillaga að einhverju söfnunarkerfi að þá er náttúrulega þetta með að setjast niður og ræði bara er þetta tillaga sem við getum einhvern veginn notað sko. Svo ég held að flæki sjálfur sem máli það er ekkert rosalega flókið sko út af fyrir sig að búa til svona tillögur sem bara menn eru náttúrulega bara að taka þetta fyrirkomulag sem er í hinu löndunum og aðlaga það einhvern veginn íslenskum aðstæðum og reyna að leggja til hver gæti verið gerendur í þessu kerfi. En það væri flóknar ef að það ætti að semja sem sagt í einhverju stórri verkefnisstjórn alla hluti. Þannig að ég held að sé mjög farsælt að gera þetta svona. Bara það eru einhverju 2, 3 eða 5 sem að vinna þetta. Og síðan verður bara til tillaga og svo skoðum við hana bara. Takk fyrir það, Lovísa og Stefán. Davíð Sigurðsson, gjörðu svo vel. Komið þið sæl. Ég ætlaði að beina einni spurningu til hennar Hrefnu varðandi þessa nýju útfærslu á það að frysta úrganginn og keyra honum svo í kölku. Það hlýtur að vera búið að gera einhverja áætlun fyrir þetta hvað hvert kíló muni kosta sem fer í þennan farveg versus þann kostnað sem er eða þá gjaldskrá sem er í gildi í dag fyrir fíflholt. Ég ætlaði nú aðalega að forvitnast hver sá kostnaður er áætlaður, hversu mikil hækkun þetta er. Það var ekki fleiri í bili, takk. Við vitum það að það kostar 80-90 krónur bara kílóið inn í kölku í brennslu. Þannig að það er bara munur strax þar upp á 60 krónur á kílói hvort það fer í jörðina eða í brennslu. Svo er kostnaður við að keyra þetta á milli sem náttúrulega deilist á einhver kíló. Mér sést hvað mörg hverju sinni en það má reikna með að ferðin kosti í akstri 150.000. Já, Þannig að þú veist 130 kall kílóið bara ég setja svona út í kosmóið bara ég held að sé ekkert fjarrilegi. Þannig að það er þá sirka 100 krónur hækkun á kílóið og verður sorpurðum Vesturlands milligöngu aðili að sá sem að mun þá innheimta þetta gjald. Það er nú eitthvað sem við höfum eftir að taka svo í framhaldinu hvernig þetta verður framkvæmt og sko eins og ég ítreka það, þetta er tilraunaverkefni svo við sjáum svona svolítið hvort þetta getur gengið og annað slíkt. Því að ég held að við ætti að staðsetja svona lausn til framtíðar í fíflholtum sem kannski er niðurstaðan, við sjáum bara til með það, en það þyrfti bara að steypa undir frystigám, það þyrfti að búa til plan. Ég ætla náttúrulega veðst bara upp á sumrin, svona úrgangur, þetta er ekkert auðvelt og ekki skemmtilegt skulum bara segja, þeir alltaf að meðhundla þetta mikið. En að það verður að meta þetta bara hvernig þetta gengur og hvað við komumst upp með að gera þetta ódýrt. Takk fyrir það Hrefna. Unnur Valborg, gjörðu svo vel. Já, komið sæl og takk hérlega fyrir hennar fund og áhugaverð erindi Stefán og Hrefna. Mig langar að taka undir með Lovísu þar sem hún var að tala áðan að hvort að sveitarfélögin væri bara hreinlega aldrei slíku vant að gera of mikið og í mínum huga er það augljóslega vegna mikla pressu frá framleiðendum því að það hefur verið gríðarlega mikil pressa á að finna lausnir á þessu vandamáli. Ég hugsa stundum til þeirra daga á síðasta ári þar sem ég var að reyna á sem fleirum að finna farveg fyrir nokkur hundruð fjár, riðusmitaðs fjár og hvernig hið opinbera varpaði því yfir á sveitarfélagi sem við reyndum að streitast á móti þangað til að við vorum bara komin í þá aðstöðu að það var búið að slátra fénu og við urðum að koma í fyrir. Þannig að þá loksins unnu aðilar saman að því að finna lausnina en þá var því öllu fundið til foráttu að frysta það á planinu hjá Kölku sem að þá var ekki í starfsemi vegna bilunar. Þannig að ég velti fyrir mér hvort að það er einhver stefnubreyting þar hvað það varðar.
Langar líka aðeins að koma inn á það sem að Stefán var að tala það sem að kallaði svo skemmtilega að borga áður en hentar. Það algjört lykilatriði í þessu því að ég held að allir verða að gera sér grein fyrir að þetta verður mjög kostnaðarsamt. Þetta verður aldrei þannig að þetta geti verið, geti ég ímyndað mér alltaf dýrara heldur en þær lausnir sem við erum að nota í dag og okkur ekki heimilar. Að síðustu þá langar mig held ég bara í fyrsta skipti að vera svona nokkru leyti ósammála vinum mínum Stefáni Gíslasyni varðandi aðkomu fleiri aðila að þessum starfshópi sem að matvælaráðuneytið var að kynna í gær og ég fagna mjög. Við vitum alveg hvernig þetta ef það lögð fram tillaga sem unnin af örfáum aðilum að við munum aldrei vera sammála réttu leiðina í þessu málum. Ég ekki endilega að tala að þetta þurfa að vera fulltrúar frá öllum landshlutum og öllum ömmu þeirra sem að hafa hag að þessu. En mín skoðun sú að ef við náum að draga fleiri að borðum án þess að þetta verði einhver gríðarlega stór hópur, að þá sé það verkefnið til framdráttar til lengri tíma. Ekki fleiri frá mér í bili og bara takk fyrir góðan fund og góðar umræður. Takk fyrir það, Unnur Valborg. Varðandi svona þessu umræðu hvort að sveitarfélögin séu að gera mikið, þá held ég að Siggar snúi bara líka því að hitinn snýr alltaf að sveitarfélögunum og þar kemur álagið og ég held að sé líka bara þessi vilji, til þess að koma ekki í rof í þessa þjónustu, þannig að ég held að það er bara þessi ábyrgðarskylda kannski okkar í sveitarfélögunum að bregðast við og sjá til þess að þessi þjónustu sé til staðar. Varðandi aðkoman þá held ég varðandi þá umræðu að það sé bara mjög mikilvægt að fá bændasamtökin á borðinu í þessar umræðu og sérstaklega bara þegar maður lítur tilliti til þess kostnaðar sem mun verða í þessu til framtíðar. Þannig að hvað varðar svona stærri hóp þá hef ég svo mikið skoðun á því, en ég held að klárlega þurfum maður aðeins að fá að heyra í bændasamtökunum með þetta. Þetta er stórt hagsmunamál fyrir framleiðendur. En orðið ennþá laust, það er enginn sem er búinn að rétta upp hönd. Ég var að rétta upp hönd aftur. Aftur, já, gjörðu svo vel, Lovísa. Mig langar aðeins inn á þessa umræðu áfram með hverjir koma að því að meta eða setja, hvernig að ég orða þetta, sem sagt að komi til og að farvegi. Að ég vissulega skoðað það sem hefur komið undanfarið varðandi dýraafurðirnar, af því við nú erum að tala sérstaklega þær, en ég hef líka kynnt mér bara og að vinna af miklum krafti í því að skoða hvernig hin Norðurlöndin eru að gera varðandi alls konar úrgangsflokka og það þetta módel sem að Stefán var að lýsa áðan, eins og í hinum Norðurlöndunum í þessum málflokki líka. Þetta eru venjulega félög sem í eigu þá, úrgangsframleiðandana, þeirra sem að úrgangurinn kemur frá, sama hver hann og sveitarfélögin eru bara í samstarfi, það eru bara svona einn af hagaðilunum. En hérna er tendensin alltaf sá að velta þessu bara yfir á sveitarfélögin því það langódýrast að móka holu og móka yfir. Og pressan eins og var nefnt hérna áðan, gríðarleg pressa frá framleiðendum, þeir hafa engan áhuga á að þurfa að borga meira. En við vitum það líka að ef að við komum með einhverja lausn sem er perfekt fyrir okkur, þá fer það þvert ofan í. Þannig að það er mjög gott að reyna að byrja samtalið sem fyrst. Það sem ég kannski var líka að tala áðan að við séum að gera mikið, vegna þess að mér finnst að það er algjörlega klárt mál, og ef að skoða leiðbeiningar Evrópusambandsins, þetta kemur fram í minnisblaði Sambands íslenskra sveitarfélaga, að ef að það er skoðað inn í leiðbeiningar þeirra tilskipunina meðhöndlun úrgangs, og klárt mál að dýraafurðir, það geta ekki bæði fallið undir tilskipun aukaafurðir dýra og úrgang. Það er annað hvort. En hér er verið að reyna að blanda þessu saman. Þannig að við þurfum að vera samstíga í því
okkar skylda varðar bara úrgang og sú túlkun sem kom fram í bréfi umhverfisráðuneytisins núna fyrir bara nokkrum dögum eða 2 vikum, hún bara að mínum mati röng. Þeir bara alhæfa að dýraafurðir sé úrgangur og við þurfum að vera mjög samstíga og föst fyrir hvað þetta varðar, því annars fáum við þetta allt í fangið og allan kostnað. Takk. Takk fyrir það, Lóvísa. Jóhanna María. Já, þetta Bjarki hérna. Já, ég ætla aðeins að fá að við söfnum saman og bíóstund hjá okkur hér vestur í Dölum, og takk fyrir fundin. Og fyrir þessi góðu erindi, Stefán og Hrefna, gagnlegt að taka þetta samtal. Ég er svona ekki endilega sammála Stefán í því að það sé aldrei oft talað dýrahræin. Að það hefur borið oftar og góma heldur en margt annað, en það þarf að ræða þessi mál að því stóra spurningin í mínum huga hvar liggur ábyrgðin? Og nú höfum við bæði fengið minnisblað frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga sem talar mjög skýrt í eina átt og svo kemur útspil frá ríkisvaldinu eða ráðuneytunum sem talar aðeins í aðra átt. Svo eru þetta sem Stefán kom inn á að umhverfisráðuneytið að vinna að tillögum og útfærslum sem á að kynna í byrjun sumars. Þess vegna er ég mjög hugsi til dæmis yfir því tilraunaverkefni sem að Hrefna kynnti hér og þess tíma sem að ræða út frá láni á búnaði og öðru slíku, af því að það er mikil óvissa í lofti og hún verður áfram og spurningin ætlum við að fara af stað í tilraunaverkefni mjög afmarkaðan tíma virðist vera sem hefur í för með sér það bil 300 kr. hækkun per kíló varðandi urðunina. Og ef við tökum þetta yfir á heilt ár hér vestur í Dölum, ef þetta yrði bara framtíðarmódel, að þá er 300 milljónir á ári fyrir Dalabyggð eða framleiðendur í Dalabyggð. Þannig ég held að við ættum að íhuga vel hvernig við stígum niður á næstu dögum, vikum og misserum í ljósi þess hvað verið að vinna að og undirbúa til að mynda á vegum ríkisvaldsins, af því við eigum ekki að þurfa að taka þetta á kassan sveitarfélögin í meira mæli en okkur ber. Læt það duga í bili. Takk fyrir það, Bjarki. Kristinn Jónasson. Já, bara takk fyrir þessa umræður. Ég held nefnilega að það sem að Lóvísa hefur verið að segja sé algjört lykilatriði. Og burtséð frá því hvað við erum að hvort að við tökum einhver tilraunaverkefni í fínplóttum bara til að sjá hvort þetta við bara yfirleitt gerlegt að gera, en ég held að við eigum ekki að hafa frumkvæðið að þessu að vera á undan. Ég er algjörlega sammála í því. Ég held og Stefán hefur komið svo skýrt að þetta er ekkert verkefni okkar sveitarfélaganna, en ríkið er mjög duglegt við að reyna að koma verkefnum yfir okkur og Unnur Valborg kom líka inn á þetta. Þannig að við eigum að fara mjög varlega í þessu vegna þess að ef við tökum boltan þá bara ýtir ríkið þessu verkefni á okkur og eins og Bjarki kom inn á með tilheyrandi kostnaði fyrir þá sem þurfa á úrlausn að halda. Þannig að við þurfum að fara mjög varlega og ég vil kannski aðeins að koma inn á það. Ég vil aðeins anda, en ég held að þetta verkefni okkar í fínplóttum, ég held að það snúist kannski meira það fyrir ég má kannski ekki segja að þetta sé kannski ekki skynsamlega lausn, skiljiði. Og það er þannig sem við erum að hugsa þetta, við erum að gera tilraun. Ég hef ekki trú á þetta gangi og svo Steini þekkir náttúrulega miklu betur en ég að ég held að þetta sé bara allt og mikil umsvif með eitt eintak, skiljiði. Þannig að það er bara þessu kostnaður verður svo óbóðslega mikil öll svona meðhöndlun á dýrahræjum og annað, þannig að það kannski er bara ekki réttlandalegt að fara út í alla þennan kostnað. En það kemur í ljós með þessari tilraun. Og ég vona að það verður kannski ekki eins og Egill Jónsson sem var eins og þingmaður þegar hann fekk niðurstöðu skýrslu og hann var mjög ósáttur því þetta var ekki það sem hann hefði vonast eftir. Kannski verði ég að éta það inn í mig að tilraunin gangi bara vel og þetta sé vel hægt. En ég hef óttast að það verði þannig að þetta verði allt of mikill umsýslukostnaður. En förum varlega í þessu og ég held að mér heyrist við sem öll saman og það og frábært minnisblað sem Stefán tók saman eins og þið vitið upp á 44 síður sem ofta verið að stríða honum á. Að þetta var skýrsla en ekki minnisblað. Minnisblað er 1-2 blöð en frábært það sem hann kom með og hans innlegg inn í þetta. En bara takk fyrir fundin. Takk fyrir það, Kristinn. Og Halla Signý, ánægjulegt að sjá í þingmann kjördæmisins á fundinum. Halla Signý, gjörðu svo vel.
Já, komið sæl. Takk fyrir boðið á þennan fund sem ég þótti áhugaverður, eins áhugavert þetta dýraleifar. En ég hef svolítið fjallað þetta hérna inn á þingi og ég átti einmitt samtal við umhverfisráðherra í fyrra, Guðlaug Þór, akkúrat þetta atriði og þar sem að þá vissi ég ekki betur og hann var á því líka. Þetta væri alliða þetta væri úrgangsmál sem væri á ábyrgð sveitarfélaganna. Þannig að mér finnst þetta mjög athyglisvert að sé komin þessi staða upp og mér langar bara til að spyrja hvort að þið vitið hver staðan á samtali sambandsins við ríkið varðandi þetta. Og eins líka þessi tilraun í Fíflholtum, Hrefna, hvað umdæmið stórt? Gerðu ráð fyrir að taka bara frá Vesturlandi eða það Vestfirðir og Norðurland vestra kannski? Það þetta eiginlega tvennt sem að ég að leita eftir og eins langar mig líka til þess að fá að nálgast þetta minnisblað, Stefán, ef það ekki eitthvað sem má ekki dreifa. Takk fyrir, Hella, og takk fyrir fundinn aftur. Þú getur kannski brugðist við þessum spurningum frá henni Höllusegni. Veitu, þú spurði Ég spurði Við erum bara að taka við sláturúrgangi eða dýrahræjum frá Vesturlandi. Og erum ekki hrifin af að fá frá öðrum fjórðungum dýrahræ heldur, þannig að það verður aldrei komið til að við komum frá Vestfjörðum. Þannig að bara með tilliti til smitvarnar og sjúkdóm og bara sem að upp geta komið, þá ekki sniðugt að vera fara mikið með dýrahræ á milli landshluta. Þorsteinn og svo Hugrún Geirsdóttir. Afsakið, má ég kannski grípa ef ég má bara fyrirgefa Þorsteinn, ef ég má bara kannski svara henni Höllusegni örsnöggt. Komið öll sæl, ég heiti Hugrún, sérfræðingur hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga og ég get kannski svarað því til hvar samtalið statt á milli sambandsins og ríkisins og ég vil líka náttúrulega bara þakka kærlega fyrir þetta frumkvæði hjá ykkur, hjá SSVAF, að halda þennan fund og ég held að einmitt við getum aldrei rætt of mikið dýraleifar að þær koma ansi oft inn á borð sveitarfélaga þegar það kannski því miður rata einhvern veginn alltaf þangað inn aftur. En bara til þess að svara því til hvar samtalið statt, þá náttúrulega barst þetta bréf undir lok janúar sem vísað til sambandsins og viðbragð við frétt frá því í desember sem við settum upp og á vefinn okkar. En hún byggir á þessu minnisblaði sem var gefið út í júlí og á sama degi og það minnisblað var gefið út, þá var það bæði sent til umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytisins og matvælaráðuneytisins og óskað eftir samtali það og því þið fylgt eftir þessu áliti sambandsins. Líður og býður og við fáum ekki viðbragð fyrr en við birtum þessa frétt í desember og það bara vel að við fáum ykkur svör. En við raun og veru erum búin að taka þetta fyrir inn á fundi verkefnisstjórnar fyrir hagsmunagæslu í úrgangsmálum sem náttúrulega okkar vettvangur til þess að taka ákvarðanir álitamál sem þessi og fyrir liggur bókun frá stjórninni þar sem það bara óskað eftir að frekara samtal eigi sér stað og svona til þess að bara að það komi fram á þessu fundi þá náttúrulega furðum við okkur á áliti ráðuneytisins að miklu leyti og það hefur komið fram bæði hjá Lovísu og að þetta náttúrulega skrítið að það sé bara að því látið liggja að það sé hægt að ákveða fyrirfram að dýraleifar fari í meðhöndlun sem tilgreind í úrgangsregluverkinu þegar dýraleifar vissulega eru
eru hráefni sem ber að fara í hringrás og fellur undir regluverk sem tilheyrir matvælaráðuneytinu. Og svo erum við líka setjum við spurningamerki við það álit ráðuneytisins að handhafar dýraleyfa og sláturleyfishafar þar á meðal geti bara einfaldlega ákveðið hvort að dýraleifar séu úrgangur eða þá svo sannarlega dýraleifar sem ber að fara í ákveðna eða réttan farveg. Það eins og sé hægt að þau láti að því liggja, það bara sá sem handhafi dýraleifana geti bara ákveðið að þetta sé úrgangur, sem náttúrulega skrítin túlkun. En ég ætla að vera stuttorð, við erum bara vonust til þess að eiga samtal við ráðuneytið og matvælaráðuneytið, bæði ráðuneyti, von bráðar sem viðbragð við þessu. Takk fyrir. Takk fyrir það, Hugrún. Það er gott að hafa fulltrúa sambandsins inn á þessu fundi líka. Þorsteinn. Já, ég vildi bara, þetta tilraunaverkefni finnst mér bara að vera eiginlega svo illa ígrundað að það sé ekki tilraunavirði. Þetta ég held sé allt og kostnaðarsamt að fara út í þetta og í mínum huga skilar þetta ekki því sem ætlast er til, en þetta er mitt álít allavega. Takk fyrir og takk fyrir fundin. Takk fyrir það, Þorsteinn. Stefán. Já, mér langar eiginlega bara að kannski aðeins hnykkja á því svona því ég veit að fundurum fyrir að klárast og bara hvetja ykkur til dáða í því að láta ekki þvæla ykkur inn í eitthvað sem ykkur kemur ekki við. Ég má orða það þannig eða það má kannski líka orða það þannig að ef að sveitarfélögin rétta ríkinu litla fingur í þessu máli að þá verður hendin tekin við öxl. Og auðvitað, þetta er smá viðfangsefni vegna þess að undanförnum árum þá hafa sveitarfélögin náttúrulega leiðst út í það að taka mjög virkan þátt í þessu og vera leiðandi í þessu. Bara vegna þess að menn vissi ekki betur. En nú semst bara, ég held að það sé algjört grundvallaratriði, ég ætla að tala einstakar lausnir að sveitarfélögin bara standi mjög fast að því. Ég tek bara mjög undir það sem Lovísa sagði og það sem að Bjarki sagði og það sem að Kristín sagði. Passið ykkur á því að vera ekki að taka á ykkur eitthvað sem að ykkur ber ekki að taka á ykkur. Vegna þess, þetta hefur verið leyst með mjög einföldum og ódýrum hætti, bara með því þetta. Það er bara því miður bannað, þannig að það er ekki valkostur. En það verður pottþétt legið á okkur með að leyfa það eins lengur og gera það eins lengur. Með þess að ríki sem eftirlitsaðili hefur heldur ekki tekið í handbremsuna þar. Í þessu tilviki Umhverfisstofnun og alltaf bara séð í gegnum fingur vegna þess að menn hafa vitað að það var ekki til önnur leið. En í raun og veru ef maður er eftirlitsaðili þá hefur maður tvo valkosti. Annaðhvort getur maður skilið þann sem maður er eftirlit með og sagt bara já ég skil vel, það er ekki til önnur leið, eða sagt bara sorry, ég er bara með þetta regluverk hérna og þetta er bara bannað. Mér kemur ekkert í hvernig það leysa þetta, mátt bara ekki leysa þetta svona. Og sem bara pössum okkur því að við ekki of meðvirk. Og svo þetta með minnisblað ráðuneytisins, ég held kannski að eftir nokkra vikur að mánuð þá muni það ekki skipta okkur einu máli. En ég tek undir það sem hefur verið sagt hérna að mér finnst tónninn í því mjög skrítinn. Það ber með sér að vera ekki skrifa af lögfræðingi að mínum mati og í raun og veru finnst mér að bera með sér að það sé skrifað í þeim tilgangi að rökstyðja ákveðna niðurstöðu sem komast af fyrirfram. Það sé ekki semst einhver svona röksemdafærsla sem leiðir til einhverja niðurstöðu heldur sé byrjað á hinum endanum. Bara beinir síðan tilgang að segja nei, ríkinu kemur dekt við sveitarfélögin takanapakka og ég held að þetta mun ekki skipta máli þegar við horfum tilbaka eftir 3 mánuði vegna þess að bara þessi frétt sem kom þarna á vefstjórnar sem 16. febrúar þetta samstarf ráðuneytanna og SSNE, bara vegna þess að SSNE er búið að vinna þarna á hvernig forvinnu. Mér finnst það svolítið, eða ég vona það núlli svolítið út þessa skekkju sem er í þessu minnisblaði umhverfis orku og loftslagsráðuneytisins. Og ég held að eins mikið og hægt er, það er bara ráðlegging til sveitarfélaganna, haldið að ykkur höndum eins mikið og hægt er, segir bara já, við erum alltaf til að ræða málin, það getur vel verið að við þurfum að leysa þarna ákveðna hluti þegar þetta verður úrgangi, en við berum ekki megin ábyrgð á þessum málaflokki. Það var bara svona brýning. Takk fyrir það, Stefán. Varðandi minnisblaðan Stefáns Alla Signý og aðrir sem eru áhugasamir þá
það að finna á heimasíðu SSV. Þannig að það geta allir nálgast að það. Það fyrir ekki alla segni, ég gleymdi að minnast á þetta. Þetta var öllum opið og þá endilega að lesa ekki bara minnisblaðið heldur líka leiðréttingunum sem koma á því seinna. Ég veit að síðasta orðið hefur ekki verið sagt þessi mál. Mér finnst bara frábært, það voru 50 manns sem tóku þátt í þessu fundi og við náttúrulega bara sjálfsögðu höldum áfram að ræða þessi mál og ég held að við séum öll sammála það að við þurfum svona aðeins að bakka með ábyrgðarskylduna okkar í þessu og vera svona passlega passív þegar við getum orðað þannig. En að því sögðu þá bara þakka ég fyrir þennan góða fund og þið getið sagt áhugasömum að það verður hægt að nálgast hann líka. Af því hann var tekinn upp eins og ég nefndi henni upphafi og segi bara takk fyrir fundinn öllsumur og góðar umræður. Takk. Takk sömuleiðis. Takk fyrir.